Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Takk Jesus, halleluja. Helgist þér náttúrðin Jesus. Every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Heilagur Jesus. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Heilagur drottinn, takk fyrir náðina. Helgist þitt nafn. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, oh Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Má ég heyra hallelujah? Woo! Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Við tölum nafn hans út á götu, halleluja. Við tölum nafn hans inn í alla kringumstæður, halleluja. Við tölum nafn hans þar sem dauði er. Við tölum nafn hans þar sem skuggi er, halleluja. Nafn hans getur farið alls staðar, halleluja. Woo! Takk Jesus heilar. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Ég að segja ykkur að þvílíkur Guð sem við eigum. Halleluja, ég gat ekki verið hér í dag, ég gat ekki verið hér í dag líkamlega, ég gat það ekki. Ég var þrisvar sinnum búin næstu að hringja og segja ég kem ekki, ég get ekki. En ég hugsaði, alltaf þegar ég svona, þá kemur Guð alltaf tíminn og segir, leyfðu mér. Leyfðu mér. Þú þarft ekki að gera neitt, en ég get notað þig. Þvílíkur Guð sem við eigum. Þegar talar lífin í kringumstæður, þegar tala nafn hans inn í fjölskyldur, tala nafn hans inn í börnin þín, það er svo magna nafn hans.
Enn og aftur vil ég bjóða okkur hjartalega samkomu. Afsakið æsingin í mér. Ég bara elska nafn hans. Ég elska nærveru Guðs. Ég elska Drottinn. Halleluja. Það bara ekkert betra í þessum heimi heldur en að finna þetta. Takk Jesús. Gaman að sjá ykkur alla samkomu. Vá! Og þeir sem heima sitjið, velkomin að skjánum, ennþá meira velkomin að samkomu. Við ætlum að lofa Guð hér í dag, við ætlum að þakka Guði hér í dag, við ætlum að gefa honum dýrðina. Dögg ætlar að tala til okkar í dag og það verður frábært, við vitum það. Og við ætlum að fara hérna heim í dag breytt. Takk Drottinn. En biðjum saman, heila Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til að lofa þig. Við fáum tækifæri til að lyfta þér upp og gefa þér dýrðina í dag. Takk fyrir að mæta okkur í dag og ég bið að gera stórkostlega hluti. Að orð þitt farið inn í líf okkar og beri 100-faldan ávöxt. Drottinn, þú ert svo með þetta. Ég bið að gera eitthvað stórkostlegt í dag. Í Jesú nafni, amen. Endilega takið þátt í loðgjörunni með okkur. Before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Sing yourself. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tack Jesus, helige Jesus. Fyligur Guð, halleluja. Tack Jesus. Helgist. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running
Mögnu lóngerð. Dýrsi Guði, kraftur í húsinu. Vá, maður finnur svo sterkar nærveru Guðs í dag. Mikla nærveru Guðs. Drottinn, hann trúfastur Guð. Hann mætir það sem hann lofaður. Ég vaknaði með þessi ritningaversi í huga mínu í morgun að margar eru raunir réttláts manns, en Drottinn, hann frelsar hann úr þeim öllum. Hann frelsarinn okkar. Það skiptir ekki máli hvað mann gangi í gegnum, að Drottinn, hann frelsar okkur úr öllum raunum, bara ef við komum fram fyrir hann. Bænin, lóðgjörinn lykillinn. Í öllum raunum þá bænin og lóðgjörinn lykillinn. Að hann frelsar okkur úr öllum raunum. Vá, hvað ég þakkláttur fyrir Jesús. Frelsisverkið hans. Amen. Maður sé á hendur, ekki þakklátt? Halleluja, Jesús. Dýrst þér Jesús. Amen. Við ætlum að taka samskot núna og bara samskotabaukurinn, hann hérna aftast. Við látum hann ekki ganga milli sætana. Þið getur bara farið núna og gefið ef þið viljið gefa peninga, og svo hérna pósinn aftast hérna frammi og svo reikningsnúmer upp á skjánum. Ég með nokkrar tilkynningar. Við höfum byrjað með stundir hérna í húsinu fyrir ungt fólk og það á 50-dagskvöldum, annarkvæmt 50-dag, þannig að núna 50-daginn verður önnur stund. Það á föstudaginn, búið að breyta. Já, þetta fljótandi, þetta á föstudaginn, klukkan 8 þá eða? Klukkan 7? Já, einmitt, þetta var fram hjá mér, en ég ætla að láta ykkur vita, þetta á föstudaginn. Klukkan 7. Þannig að að gera að láta fréttirnar berast. Ungt fólk. Halleluja. Ég var að hugsa í vikunni að ef að væri, segjum bara sem dæmi, 50 nýjar kirkjur í Íslandi, 100 manna kirkjur, hvað gerir það margir? Marga? 5.000 manns. Þannig að það alveg þörf á fleiri kirkjum, vegna þess að þegar að allt brestur á að Drottinn mun úthella andann sínum meira en nokkur sinni fyrr, að þá mun bara öll hús fyllast þar sem að Drottinn lofaður. Og við erum að stefna inn í þessa tíma í dag. Þannig að við skulum vera viðbúin að bara vera vakandi og biðjandi og lofandi Guð, og fleiri munu bætast í hópinn. Þakka fyrir það, Jesús. Við skulum bara gera okkur reiðbúin núna að stíga aftur inn í lóngjörina. Ég ætla samt að minnast að það líka kennslur hérna miðvikudögum. Bænastund klukkan 7 og síðan kennsla klukkan 8. Þannig að þið eru velkomin að kíkja á það líka. Þannig að stöndum bara núna upp og förum bara aftur inn í lóngjörina og svo fáum við að heyra orð Guðs. Takk Jesús. Amen. sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treyst ekki á heimsins glans, en set mitt traust á nafnið hans. Ég á mér von sem
dýrð að sjá. Í honum viljum vera þá, íklædd hans náð og réttlæti, saklaus í hans ásætti. Við lofum þig, heilagur Guð minn. Við lyftum þér upp, drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér, drottinn Jesús. Þú ætlar að gera nýja tíma í dag, drottinn. Þú ætlar að breyta í dag, drottinn Jesús. Mættu okkur, heilagi Faðir. Helgist þitt nafn Jesús. Helgist þitt nafn Jesús. Við lofum þig, heilagur drottinn Jesús. Við lyftum þér, drottinn, þegar þú ert hinn sami í gær og í dag. Við lyftum þér upp, drottinn minn, þegar þú ætlar að gera nýja hluti hér og nú, halleluja. Helgist þitt nafn Jesús. Heilagur ertu Jesús. Halleluja. Heilagur Jesús. Kristur minn, hornsteinn minn, styrkur minn, frelsarinn, og ég blæs, hann I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you are here. Breathing every heart. I worship you. I worship you. You are here, you are here. Healing every heart.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 And that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Takk Jesús, halleluja. Ég veit bara ekki hvað að gerast hérna í lofgjörni hjá okkur. Það frá dýr til dýrðar, það nokkuð ljóst. Ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Það einhver hérna í dag sem þarf að heyra það að Guð ekki búinn að missa tökin á þínu lífi. Og mér langar til að hvetja þig ef að þú ert hér í dag og þú ert að upplifa erfiðleika eða þú sér svartnætti eða annað. Þá svo mikill lykill, vinir, að lofa Guð í þeim kringumstæðum. Það sem að gerist þegar við lofum Guð, Árni kom inn á það áðan, hann býr í lofgjörð líðsins. Þegar við förum að lyfta honum upp, þá fer hann að verka í kringumstæðunum. Og veitir, þetta snýst ekki okkur, þetta snýst hann. Og leið og við hættum að horfa á okkar eigin lífi eða aðstæður og sjáum Guð sem stærri en það, þá byrja hlutirnir að gerast. Og vinir, mig langar til að hvetja ykkur í dag, setjum sjónir okkar á hann.
Hann höfundur og fullkomnari okkar trúar. Það ekki ríkisstjórnin okkar, það ekki fjármálin okkar, það ekki vinahópurinn okkar, það ekki einu sinni makinn. Eins og maki minn frábær. Ekki misskilja, hann gjöf frá Guð inn í mitt líf. En þetta snýst Jesú og ég þarf að byggja líf mitt á Jesú og ég vil hvetja ykkur til þess að setja fætur ykkur á klettinn. Þetta klettur sem að mun aldrei bifast. Jafnvel þótt þú farir í gegnum veikindi, jafnvel í fólki í kringum þig þegar fer í gegnum jafnvel sorg og dauða. Hann mun ekki haggast. Setjum líf okkar á hann sem þess verður að vera miðpunkturinn á okkar lífi. Þannig að mér langar til þess í dag, réttum bara aðeins upp hendur okkar. Ég veit að sumir kannski að gera þetta í fyrsta skipti. Prófum, lyftum upp höndum okkar og segjum Drottinn, ég gef þér þetta. Ég gef þér líf mitt hér í dag, Drottinn. Ég lofa þig í þessum kringumstæðum. Ég lofa þig, Drottinn, jafnvel þótt að ég sjái enga lausn í sjónmáli, þá kýs ég að lofa þig. Og Drottinn, ég veit að þú býrð í lofgjörð þíns lífs. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það lækning hér í dag. Það segir í orði þínu að þú læknar brotin hjörtu og ég bið að lækna brotin hjörtu hér í dag. Ég bið Drottinn að setja saman brotin í okkar lífi, Drottinn. Það enginn nema þú sem að getur gert það, Drottinn. Og við gefum þér alla dýrð í dag því að þú svo sannarlega sá sem gerir veg þar sem engin vegur. Þú svo sannarlega, Drottinn, læknirinn okkar í dag. Þú svo sannarlega lífgjafinn okkar í dag. Og Drottinn, við gefum þér alla dýrð og allan heiður og alla lofgjörð. Harabassi karabahaya. Ég tala frið Guð sem æðri öllum skilningi inn í líf og hjörtu. Ég tala frið Guð sem æðri öllum skilningi inn í huga, inn í hjarta, inn í alla okkar veru, Drottinn minn, Jesús. Ég tala frið sem æðri öllum kringumstæðum. Ég tala Jesú inn í líf okkar. Ég tala Jesú inn í líf okkar, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að þú friðarhöfðinginn. Þú friðarhöfðinginn. Í Jesú heila nafni, Jesú heila nafni. Örlítið áður en við fáum okkur sæti. Ég var að hugsa það þegar vorum í lofgjörn hérna áðan, þvílík lofgjörð hér í dag. Vitið, þetta myndi mér svo mikið, ég var að hugsa alltaf þegar ég heyri lofgjörð og þetta svo mikið byggt bara orði Guðs. Þar sem að Páll og Sílas voru bundnir til hendur og fóta. Vitið, það var miðnætti, Biblían kennir það var miðnætti, sem tákmynd upp á það þegar mesta myrkrið í okkar lífi. Hvað gerðu þeir? Langflestir hefðu farið að barma sér. Aumingja ég. Hvað hef ég gert til þess að, þola þessa kringumstæður, en þeir gerðu það ekki. Þeir kusu að lyfta upp nafni Jesú, þau fóru að lofa Guð í kringumstæðunum. Og hvað gerðist? Þegar þau fóru að lofa Guð, þá breyttist undirstöðuna, það kom allt í einu landskjálfti. Og vitið, það nákvæmlega það sem gerist þegar við förum að lofa Guð. Það kemur landskjálfti og það sem hefur bundið okkar, það losnar af okkur. Og vinir, það sem gerist á göngunum með Guði, bara í gegnum lífið, það alls konar hluti sem að koma gegn okkur og við förum allt í einu að vera bundin á hendum og fótum. Vitið hver lausnin Það bæn og lofgjörð. Það bæn og lofgjörð, dag og nótt, nótt og dag. Halleluja. Þannig í dag, ef þú í þannig kringumstæðum, lofaðu Guð og farðu að vona á hann og sjáðu hvernig hann gefur þér. Sjáðu hvernig hann gefur þér orkuna til þess að fara yfir kringumstæðnar, ekki til þess að verða undir kringumstæðanum. Og megi Guð gera það hér í dag. Og allur líðinni sagði: Halleluja. Hvernig væri að gefa þessum snillingum gott klapp? Þvílík lofgjörð hér í dag. Halleluja. Halleluja. Og mér langar til þess að hvetja ykkur, næsta föstudag verður úlingastund. Þetta ekki bara fyrir úlinga, við erum líka ungi anda. Tökum þátt, mætum á stundina. Vitið að síðasta stund, úlingastund, ég var þar, út að ég upplifði með þessi úling. Já, Hulda María, það þannig. Dóttir mín, hún rangfólfur í sér augunum. Það verður bara að hafa það. Ég mjög mikill úlingur í mér. Má ég heyra með hann?
Takk Jesús. En vitið það besta eftir. Og mér svo frábært að fá vinkonu mína Dögg til þess að tala hérna í dag. Þvílík kraftur í þessari konu, hún mögnuð. En aftur, eigum við ekki bara rís og fætur. Ég veit ég alltaf að biðja að standa og sita. Þetta gott fyrir blóðrásina. Já. Amen. Þannig að við ætlum að bara blessa orðið, vitið það aftur, lofgjörð. Þannig ég fari örlítið í það áður en orðið kemur. Lofgjörð mikið hjarta okkar. Til þess að taka við því orði sem að Guð hefur fyrir okkur í dag. Og þegar við lofum Guð, þá mikist hjarta okkar. Og vitið það, við þurfum að biðja Guð að gefa okkur þessa góðu jörð. Þannig að við tökum við því orði sem að gengur af munni Drottins. Og ekki bara það að við berum ávöxt. Okkur ætlað að bera ávöxt. Hversu margir vilja bera mikinn ávöxt enn í dag? Bara allir, það held ég. Biðjum fyrir Dögg. Drottinn minn, við bara komum fram fyrir því í dag. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert hér. Þú ert hér, Drottinn minn, og þú ert að lækna, þú ert að leysa, þú ert að rífa niður og þú ert líka að byggja upp, Drottinn minn, Jesús. Ég bið að koma inn í innstu fylsni sálar, anda, liðamót og merg og dæma hugsanir og hugrenningar hjarta okkar. Og Drottinn, ég bið að gefa líf, Drottinn minn, Jesús. Þar sem ekki líf nú þegar, Drottinn minn, viltu blása í glæðurna, Drottinn minn, og hjálpa okkur til að vera góð jörð sem að tekur við orðið þínu. Og ekki bara það heldur nærir, vökvar orðið, hugleiðir orðið dag og nótt. Það sem harabashega, við séum sem tré, við rennandi læki og berum ávöxt á réttum tíma og blöð okkar þau vistna ekki. Og Drottinn, ég bið fyrir Dögg þegar hún talar hér í dag. Ég bið að smyrja hana, Drottinn. Ég bið Drottinn minn að tala í gegnum hann og ég blessa Dögg mína og fjölskyldu hennar í Jesú heilaga nafni og allir líðurinn sagði Amen og amen. Gjörðu svo vel, Dögg mín. Takk fyrir. Amen. Yndislegt að vera hérna með ykkur. Og þegar hann Árni sagði margar raunir réttláts manns, þá hugsaði ég takk Drottinn. Þú vissir hvað ég ætla að tala ekki hann. Og þegar Sibba fór að tala hjartasárin, þá hugsaði ég takk Drottinn. En í september á hverju einasta ári, þá heimsbyggðin mynd á atburð sem átti sér stað í Bandaríkjunum árið 2001. 11. september, þegar 4 farþegaþotum var rænt í innanlandsflugi í Bandaríkjunum. 2 þeirra var flogið á World Trade Center eða tvíburaturnana. Einni var flogið á Pentagon og svo 4. brotlendi. Og hún brotlendi vegna þess að það voru farþegar borð í vélinni sem ákváðu að ráðast gegn flugræningjunum. Því miður tókst þeim ekki að lenda vélinni en þeir komu í veg fyrir meira tjón. Þennan morgun fór fjöldi fólks á fætur, bara eins og flesta aðra daga og þau höfðu ekki hugmyndum að þau voru korter í eilíðina. En þennan morgun fór líka fólk á fætur sem hafði ekki hugmyndum frá hverju væri verið að bjarga því. Og það var fólkið sem var í húsinu sem 4. vélin ætlaði að fljúga á. Það þarf ekki hryðjuverk til að við upplifum sársauka í hjarta okkar. Alveg fram á þennan dag þá fólk sem á sárt að binda út af þessum skelfilegu atburðum. Og á sama tíma og stundum henda vondir hlutir gott fólk, þá gerir stundum fólk öðrum illt. Og fólk getur líka valdið okkur sári þó svo að það ætli sér ekki að gera það. Fyrir allmörgum árum kynntist ég konu fyrir norðan, gamalli konu, þegar við byggum á Akureyri, og þegar hún fór að segja mér söguna sína, þá varð ég svo hugsi. Hún átti mjög erfiða æsku og í marga áratugi eftir hún eignaðist trú, þá sækir hún það sem við köllum náðargjafakirkju. Hún sækir kirkju þar sem við boðum að Jesús sé lifandi og hann upprisinn og hann gerir kraftaverk og hann læknar fólk. En fram á gamals aldur þá bar þessi kona svo mikil sár í hjarta sínu og ég hugsaði með mér, hvernig hægt að vera í kirkju og trúa á lifandi Jesú og fá einhvern veginn ekki lausnina, fá ekki lækninguna á hjartasárunum. Og ég hef oft hugsað, fólk getur haft alls konar skoðanir á minni trú eða minni trúargöngu, það getur enginn
rökrætt það að Jesús kom inn í hjarta mitt og hann læknaði sárin mín. Og við getum borið sár í hjarta frá því bara við vorum lítil börn. Það þarf ekki hryðjuverk til. Það er ekki allir veikir líkamlega, en við öll verið særið. Og það er svo ofboðsleg lausn í því þegar Jesús kemur og hjálpar okkur með þetta. Við getum ákveðið að fyrirgefa. Við getum valið að fyrirgefa og það er það sem við eigum að gera. En það er enginn sem getur tekið þessi sár nema Jesús. En hann getur það líka. Og hann getur gert okkur frjáls og hann getur leyst okkur. Í 5. kafla Jóhannesarguðspjalls er saga af manni sem hafði verið veikur í 38 ár. Og sagan segir að í súlnagöngum Salómons var fjöldi veikra manna og hann var einn af þeim. Hann var ekkert í sérstaklega góðum félagsskap. Hann búinn að vera innan fólk sem var veikt og kannski vonlaust í marga áratugi. Og sennilega í upphafi þá vonaðist hann til þess að fá bata, þá vonaðist hann til þess að fá lausn. Og ritningin segir, það var laug þarna sem hét Betesda og í ritningunni stendur að af og til fór engill drottins ofan í vatnið og hrærði upp í því og svo segir að sá fyrsti sem fór ofan í vatnið eftir að það var hrært upp í því, hann varð heill, hvaða sjúkdómur sem þjáðan. Og þessi maður, þegar Jesús sér þennan mann, þá vissi hann að hann hefði lengi verið veikur og hann vissi alveg örugglega hvað hefði gerst í lífi hans. En þegar Jesús spyr hann, viltu verða heill? Þá er hann svo einhvern veginn fjarri löngunum sínum og kannski svo oft búinn að verða fyrir vonbrigðum að hann þorir ekki að segja já. Og þannig hann segir bara, þegar ég er að reyna að komast ofan í laugina, þá fer einhver annar á undan mér. Þú veist, það er enginn sem getur hjálpað mér hérna. Og við getum alveg hugsað, kannski í upphafi, þá reyndan aftur og aftur og aftur að komast ofan í laugina. Og kannski hugsaðan, ég mun geta komist ofan í þetta vatn, ég ætla að ná lækningunni. En svo var alltaf einhver sem fór fram fyrir hann. Og það voru vonbrigði. Og hvað gerist þegar við verðum oft fyrir vonbrigðum? Við förum að fá minnimáttakennd, það kemur eitthvað vanmetakennd og við getum upplifað ákveðna höfnun. Hefur Guð bara gleymt mér? Af hverju er ég í þessari stöðu? Og hægt og rólega þá gefst hann upp. Hægt og rólega þá bara sættir hann sig við að það sé enga lausn að fá. Og hann hættir að reyna. Og svo eldist hann og það kemur yngra fólk sem er hraustara og það er fljótara yfir og hann sér bara hann á ekki séns. Hann ber sig saman við aðra og hann sættir sig við stöðuna án þess að vera endilega sáttur. Og hvaða sorg hefur yfirtekið hjartað hans? Hann kannski jafnar sig hægt og rólega með tímanum en hann er vonsvikinn. Ég veit ekki hvaða drauma þú hefur átt. Ég veit ekki hvaða drauma þú hefur jarðað eða hvaða sárindi þú berð djúpt í hjarta þínu sem Jesús vill fá að lækna í dag. En það byrjar með því að hann ryðst ekki inn í líf þitt. Þú verður að opna. Þú verður að þiggja lækninguna. Ég veit ekki hverju draumarnir þínir eru en ég veit að Jesús hefur ekki gleymt þér. Ekki frekar en manninum við Betesda laug. En þegar Jesús kemur til hans og segir, viltu verða heilbrigður? Þá er hluti svarsins sem einhvern veginn bara nísti mig. Ég er búin að lesa svo sögu aftur og aftur og aftur. Og allt í einu fór ég að hugsa, hvaða vonbrigði felast í þessari setningu? Ég hef engan til að láta mig í laugina. Hann átti engan nánasta aðstandanda. Hann átti engan stuðningsmann. Hann átti einhvern veginn
engan sem var tilbúin til að hjálpa honum. Og kannski var það sárara heldur en líkamlegu veikindin hans. Kannski var það þessi félagslega einangrun sem var verri heldur en að vera veikur í 38 ár. Í 38 ár þá hafði hann verið einsamall. Þá hafði hann verið einmana og einhvern veginn enginn til að hjálpa honum. Og bara aleinn. Og það var upplifunin hans. En Jesús gat meira heldur en manninn grunaði. Jesús gat ekki bara gert hann heilbrigðan á líkama og sál. Hann gat rofið þessa félagslegu einangrun. Og þegar Jesús kom, þá þurfti maðurinn ekki að fara ofan í laugina. Þegar Jesús kemur, þá þarft þú ekki að leita til fólks. Jesús hefur vald til að lækna. Jesús hefur vald til að græða þessi sár. Ég spyr mig líka hversu margir í íslensku samfélagi eru á þessum stað að hafa engan í stuðningsliðinu sínu. Einu sinni tók ég á móti manni, ég man ekki hvort ég hef sagt þess að sögu hérna áður, en þið sem ekki hafi heyrt hana, þið hlustið þá bara. Ég er hjúkrunarfræðingur að mennt. Ég tók á móti manni á Landspítalanum og eins og maður gerir bara þegar fólk er að koma, þá spyr maður, eða þetta var í þá daga, þegar voru ekki svona ritarar, maður spyr hver er nánasti aðstandandinn þinn, af því að það þarf að vera skráð. Og ég tek á móti manni sem er bara á mínum aldri. Og þegar ég segi við hann, hver er nánasti aðstandandinn þinn? Þá kemur bara löng þögn. Og svo segir hann, já það er nú það. Og svo bara kemur aftur þögn. Og svo nefnir hann allt í einu nafn á einhver konu. Og maður þarf að merkja við, er þetta eiginkona, er þetta dóttir, er þetta systir, hvernig eru svona tengingin. Þannig að ég spyr mannin hvernig er hún tengdir. Og þá segir hann, við unnum einu sinni saman. Og ég fann til, því að ég hugsaði með mér, ég bara vissi ekki að það væri til fólk í íslensku samfélagi sem ætti einhvern veginn engan náinn aðstandanda. Þegar Jesús kemur að Betesdalaug og sér þennan mann og vissi að hann hafði lengi verið veikur, þá vissi hann líka að maðurinn hefði einangrast. Og það er þetta sem gerist í lífi okkar þegar fólk særir okkur. Þegar eitthvað gerist og við finnum til, þá stundum skerum við á samskiptin. Og það getur vel verið að það sé nauðsynlegt í einhvern ákveðin tíma, en það er ekki gott að skera á öll samskiptin og maður þarf þá að hafa aðrar tengingar í staðinn. En þegar Jesús spyr hann, viltu verða heilbrigður? Þá horfði maðurinn bara á hindranirnar. Ég hef engan til að hjálpa mér. Það er í rauninni spurningin sem hann svaraði. Hann var ekkert spurður, er einhver hérna sem getur hjálpað þér? Hann var spurður, viltu verða heilbrigður? En hann svarar bara einhverju sem hann var ekki spurður að. Kannski var það sem var bara meira mál heldur en allt annað. Og kannski er einhver hér inni sem hefur upplifað sig einan og óstuddan. Enginn til staðar, enginn til að hjálpa. En Jesús er til staðar. Jesús er alltaf til staðar og maðurinn við Betesdalaug, hann þurfti engan annan en Jesú. Og þegar Jesús kom, þá þurfti hann engan til að hjálpa sér í laugina. Hversu magnað var það? Jesús fór aðra leið heldur en manninn grunaði. Og hversu oft gerir Jesús það ekki? Hann spyr okkur ekki, má ég fara til hægri eða vinstri? Já, ef hann ætlar að spyrja okkur á því, að þá kannski bara gerist ekkert. Fyrir en við segjum bara, þú mátt bara gera þetta eins og þú vilt. Ég bara þarf hjálp. Ég ætla ekki að segja þér hvernig þú átt að leysa þetta. Sko, ég hef alveg verið á þeim stað að biðja fyrir ákveðinni lausn og ég er búin að ákveða hvernig Guð eigi að leysa hana. Af því að það er það sem ég sé.
svo bara gerist ekki neitt fyrir en ég læt af stjórninni, fyrir en ég sleppi takinu og segi bara þú mátt eiga þetta. Og ég hef stundum gert grín að því þegar yngri strákurinn minn ætlaði að hætta í skóla 17 ára og lifa af töfrabröðum og ég sagði Guði hvað væri nú gott fyrir strákinn að halda áfram í skóla og hvernig hann gæti leyst þetta. Það gerðist ekkert, það gerðist sko bara ekkert fyrir en ég hætti að reyna ekki að segja slátra, ég hætti, það gerðist ekkert fyrir en ég hætti að reyna að stjórna bæði stráknum og Guði. Og kannski bara þegar ég hætti að reyna að stjórna Guði, það var þá sem hann loksins kom stað. Og það svolítið skemmtilegt og það nú ekkert mjög langt síðan að Guð talaði mjög skýrt til mín og sagði ekki standa í vegi fyrir mér. Og maður alveg bara, og ég eiginlega tók ekki almennilega mark á þessu fyrir að sagði þetta í annarskipti. Og bara, hvað það? Þið sem hafi lesið Biblíuna, þið vitið að í Gamla testamentinu saga manni sem hét Jósef. Ótrúlega átakaleg saga strák sem átti fullt af bræðurum og þegar hann bara lítill þá dreymir hann draum. Og ekki stjórnar maður því hvað mann dreymir. Ég nú ekki orðin svo stjórnsöm, skal ég segja ykkur. Að þó að væri, ég reyndar beði Guðum að tala til fólks í draumi. Þegar ég ræði ekki almennilega við það, að þá voru gott að segja Guði að þetta sé alveg brilljant hugmynd, að hann bara tali til fólksins og þá málið leyst. Nema, Jósef átti alveg skriljón bræður og svo dreymir Jósef draum og draumurinn frá Guði kominn og draumurinn varðaði framtíð Jósefs og hann dreymir að sólin, tunglið og 11 stjörnur, þær lút honum. Og þegar hann segir pappa sínum, hann dreymir 2 drauma svona áþekka og þegar hann segir pappa sínum þetta, að þá skammar pappans hann, því að hann heldur að, nú sé hann kominn með mikil mennskubrjálæði. En þegar hann segir bræðrum sínum þetta, þá bara hata þeir hann. Þetta litla greppitríni, ég er yngst, hvar margir sem eru yngstir, hafið ekki eitthvað tímann orðið fyrir því að þið eldri systkini sem finnst þið ótrúlega vittlaus og þið með ekki vera með, ég hef nú stundum sagt, ég á bara eldri bræður og það var mjög gott af því að það kenndi mér að stríða þeim og hlaupa svo hratt af því ég gat ekki lamið á og ég geta örugglega ekki ennþá, en ég geta reyna það svo sem. En þegar Jósef dreymir hennan draum, þá dreymir hann í rauninni, hann fær að sjá áætlun Guðs fyrir líf hans. Og það minnir okkur á að Guð hefur áætlun með líf okkar. Hann hefur áætlun með þitt líf og hann hefur áætlun með mitt líf. Og ef við myndum nú einhvern tímann aðeins staldra við og láta af stjórninni, þá kannski færi þessi áætlun að rúlla eins hraðar í líf okkar. En í lífi Jósefs þá voru margir tilbúnir til að kýla niður og af því að bræður hans, þeir ætluðu ekki að beygja sig fyrir litla bróður, þá ákváðu þeir að selja hann úr landi og það var það sem þeir gerðu. Þeir seldu hann og hvaða sársauka og hvaða höfnun haldið að Jósef hafi upplifað sem hefur væntanlega fyllt honum allt hans líf og svo brotið gegn honum, hann fer í hús mann sem hét Pótifar sem var næstráð, eða sem sagt var hátt settur í Egyptalandi og kona Pótifars verður ástfangin af Jósef og nú alveg dásamlegt hvað Biblían getur stundum verið bara ber orð og Biblían segir bara hún vildi leggjast með honum, heyrðu. Og Jósef var svo heilsteyptur. Hann vissi bara að þetta var kona annars manns og hann ætlaði fyrsta lagi ekki að snerta hana af því að þetta var ekki hans kona og í öðru lagi þá ætlaði hann ekki að syndga gegn Guði. Þannig að hann flúði konuna sem gerða verkum að hún varð fyrir höfnun og hvað gerir maður ekki ef maður verið fyrir höfnun? Þá eigum við á hættu að hefna okkar og það var það sem hún gerði og það verður til þess að Jósef varpað í fangelsi og þar dúsar hann þangað til að koma 2 þjónar konungsins eða faraós, byrlarinn og bakarinn, þeir eru báðir brotið af sér
og þeir eru settir í fangelsi. Nema hvað gerist, þá dreymir draum. Þetta skemmtileg saga upp á svona drauma og draumráðningar. Þá dreymir báða draum og þeir eru órólegir yfir þessum draumum. Þessir draumar snertu líf þeirra. Ég veit alveg stundum getur okkur dreymt eitthvað sem að það eins og bara einhver úrvinnsla eftir daginn, en stundum talar Guð til okkar í draumi. Stundum opinberar hann áætlanir sínar í draumi og hann getur gefið viðvaranir og alls konar leiðbeiningar. Allavega þessa 2 menn dreymir draum og Jósef ræður draumana fyrir þá. Og draumarnir rætast og Jósef segir, annar mun halda lífi en ekki hinn. Og svo segir hann við þennan sem myndi halda lífi, viltu gera mig greiða? Ég var fangelsaður, í fyrsta lagi var ég beittur órétti, ég var seldur úr landinu mínu og svo ég fangelsaður fyrir eitthvað sem ég gerði ekki. Viltu minnast mín og viltu biðja Fará að láta mig lausan, viltu tala máli mínu? Nema þegar maðurinn losnaði úr fangelsinu, þá glemdi hann bara Jósef, mundi ekkert eftir honum, var nú ekkert að tala við Fará hann. Fyrr en, löngu seinna, hvað haldið að gerist? Ding ding, dreymir ekki bara Fará draum. Og hann dreymir draum það að það voru 7 feitar kýr, þegar við kannski heyrt þessa sögu, sem komu upp úr ánni Níl og svo komu 7 mjög magrar kýr og hann dreymir sér 2 drauma, bara rétt eins og Jósef hafði dreymt og þeir merktu það sama. Nema það var enginn í öllu ríkjunans sem gat ráðið þessa drauma og Fará var mjög órólegur yfir þessu. Þannig hann fyrir að spurja, er einhver sem mögulega gæti ráðið þessa drauma? Og þá man allt í einu náunginn eftir Jósef og segir, hei, þegar ég var í fangelsi, það var ekki eitthvað sem ég langar að rifja upp, en þá var maður í fangelsinu sem réði 2 drauma og þeir rættust. Þannig að Jósef sóttur og Jósef réði draumana fyrir Fará og Jósef fær stöðuhækkun, hann losnar ekki bara úr fangelsinu, heldur fær hann stöðuhækkun á Guðs tíma. Við skiljum ekki alltaf af hverju við þurfum að bíða. Þegar Guð hefur áætlun eða þegar Guð hefur talað, það þýðir ekkert að reyna að flýta Guði. Hann gerir hlutin á sínum tíma og það getur verið rosalega erfitt að þurfa að bíða, en það er mögulega bara leið Guðs inn í það að við deyjum okkur sjálfum, að við látum af stjórninni og við hleypum honum að. Guð hefur ekki gleymt þér, sama hvaða drauma þú verið eitthvað tíman haft. Maðurinn við Betesdalaug var algjörlega búinn að gefa draumana sín upp á bátinn. Jósef hefur örugglega verið hættur að hugsa draumana sína. Svo kemur allt í einu Guð. Svo bara allt í einu fer einhver atburðarás af stað. Og í kjölfar þess að Jósef losnar úr fangelsinu, þá kemur hungursneyð, eða sem sagt hann fær stöðuhækkun og það kemur hungursneyð við landið, þannig að bræður Jósefs, þeir neyðast til að fara til Egyptalands til þess að kaupa korn. Mér minnir einhverjum 17 árum seinna eða eitthvað svoleiðis, þeir eru ekki séð Jósef í langan tíma og þeir þekkt hann ekki. Þeir héldu alveg örugglega, og ég meina ekki hvarflaði að þeim að hann væri orðinn hátt settur í Egyptalandi. Nema þegar þeir standa frammi fyrir Jósef, þá mundi Jósef eftir draumunum. Þegar hann horfir á þá, sól, tungl og 11 stjörnur, þá voru draumarnir að rætast. Guð var við stjórnvölin eftir allt saman. Það var eitthvað heilagt við þetta. Við skiljum ekki af hverju við þurfum að ganga í gegnum sársauka. Við skiljum ekki af hverju hlutirnir gangi ekki alltaf eins og við viljum að þeir gangi. En ef við bara leyfum okkur aðeins að slaka á, anda, stíga 1 skref tilbaka og hleypa Guði að, það er þá sem hlutirnir fara að gerast.
Það var alveg ofboðslega freistandi fyrir Jósef að gera bræðrum sínum mein. Ég get ekki ímyndað mér annað. En þegar hann man eftir þessum draumum, þá alveg hugsanlegt að nærvera Guðs hafi komið yfir Jósef og hann hafi bara áttað sig á að þarna, af því að hann hafði auðmýkt sig, þá var Guð kominn til að upphefja hann. Og í staðinn fyrir að ná fram hefndum, þá launaði hann illt með góðu. Og það eitthvað sem Guð heiðrar alltaf, að launa illt með góðu. En ég alveg handviss það að Jósef þurfti á handleiðslu að halda. Bara hvað á ég að gera? Þú veist, á ég að segja hver ég Hvernig eigum við að gera þetta? Stundum rætast draumarnir öðruvísi heldur en við reiknuðum með. Draumar Jósefs rættust á allt annan hátt en Jósef hefði getað séð fyrir. Og draumar mannsins við Betesdalaug, þeir rættust, í fyrsta lagi rættust þeir og svo rættust þeir allt öðruvísi heldur en hann hafði óraði fyrir. Hann hafði alltaf horft til fólks og það það sem við gerum og það eru kannski stærstu mistökin okkar. Hann hafði vænst þess að fólk myndi opna leiðina fyrir hann en svo þurfti hann ekki að fara í laugina. Hann þurfti bara að hitta Jesú. Og Jesús gat ekki komið fyrir en hann hafði hafið sína þjónustu. Jesús gat ekki komið 10 árum fyrr. En Jesús læknaði þennan mann með orðinu einu. Viltu verða heilbrigður? Og svo svarar maðurinn bara algjörl út í hött. Hefur einhver tíma svarað einhverjum út í hött? Bara margoft verið þar. En þegar Jesús segir við hann, stattu upp, þá stóð hann upp. Þegar Jesús sagði, þú þarft ekki að fara í laugina, hann sagði það náttúrulega ekki, hann sagði bara stattu upp, taktu rekkju þína og gaktu. En það eins og Jesús hafi sagt, ég veit að hlutirnir hafi verið gerðir svona í 38 ár, en nú hef ég nýtt fyrir stafni, stattu upp og nú segi ég við þig, ég veit að hlutirnir hafi verið gerðir á ákveðin hátt í 38 ár, en Jesús hefur nýtt fyrir stafni og stattu upp, standið upp og takið stöð ykkar. Halló, standa upp. Já, takk fyrir. Héldu þið bara að þetta væri hluti af ræðunni? Já, augljóslega, gott að sjá ykkur standa upp. Ég veit að ég hef sagt stattu upp 38 sinnum, en nýtt vín látið á nýja belgi og Jesús segir, ég hef nýtt fyrir stafni. Hvaða sár sem þú kannt að bera í hjarta þínu, hvaða vonbrigði sem þú kannt að hafa, hvaða drauma sem þú hefur jarðað, hvað sem þú hefur byrjað á og ekki klárað, hvað sem þið hefur langað að byrja á og ekki byrjað á, Jesús hér til þess að segja, stattu upp og farðu af stað. Og þið sem berið sár í hjarta ykkar, stundum það fyrsta skrefið að við þurfum lækningu, stundum það fyrsta skrefið að við þurfum að stíga út úr fortíðinni og inn í framtíðina. Við skiljum ekki allt, við munum aldrei skilja alla hluti, en Jesús á sama hátt og hann læknaði þennan mann líkamlega, þá læknaði hann líka andlega og hann getur læknað þig bæði á anda, sál og líkama í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir Jesús minn að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert ekki hættur. Ég þakka þér fyrir alla draumana sem þú lagt á hjarta þeirra sem eru hér í dag. Ég bið fyrir þeim Drottinn sem á þeim stað sem maðurinn við Betesdalaug var, hafa jarðað draumana sína, hafa haldið að þetta sé ekki hægt, hafa haldið að dyrnar væru bara lokaðar og myndu aldrei opnast. Jesús, ég þakka þér fyrir að hinar öldnu dyr, þær munu hefjast, þær munu opnast og konungur dyrðarinnar mun ganga inn. Ég bið Jesús að þú leysir fólk hér í dag, ég bið að þú læknir í dag og ég bið líka Drottinn að þú læknir hjartasárin. Ég þakka þér fyrir það Jesús að við trúum á þig. Þú ert konungur konunga og þú ert drottinn drottna og ég bið Jesús minn að það verði engin hér inni á sama stað og konan sem ég sagði frá, sem þú manst eftir Jesús, sem var fram á gamals aldur svo sár. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú verður valdið
til að lækna þessi sár. Ég þakka þér fyrir sárin mín sem þú læknaðir. Ég þakka þér fyrir Drottinn minn hvernig þú einhvern veginn bara tókst burt sársaukan. Og það það sem ég byrði að gera hér í dag. Ég byrði Jesús minn, við gefum þér sárin okkar, við gefum þér sársaukan, við gefum þér vonbrigðin, við gefum þér höfnunina og ég þakka þér bara fyrir að þú skuli vilja taka þetta á þig. Við tökum á okkur þitt og þú tekur allt annað. Ég bara lofa þig í Jesú nafni. Ef ekki að setja á tónlist í lokin og síðan eins og hjálpræðishersmaðurinn sagði einu sinni, það frítt í bæn. Þeir sem vilja leiða í bæn, þeir geta beðið. Þeir sem vilja fyrir bæn, þeir geta komið hér fram. Og við tökum á móti öllum sem streyma hér fram því að Jesús hér. Jesús hér til þess að leysa þig. Og hann sagði það var Marta sem sagði við Maríu, meistarinn hér og hann vill finna þig. Taktu þetta til þín í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Jesus. Halleluja. Nú samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar.